Góðan dag. Ég býð ykkur velkomin á bæjarstjórnarfund nr. 1594 sem haldinn er 5. 4. maí 2023 klukkan 17:00 í Ráðhúsi Vestmannaeyja. Ég segi fund settan. Páll Magnússon, forseti bæjarstjórnar, hefur tilkynnt forföll og í hans stað kemur Örn Friðriksson, fyrsti varamaður H-lista og ég býð hann sérstaklega velkomin á sinn fyrsta bæjarstjórnarfund. En áður en við hefjum dagskrá vil ég bera upp tillögu fundargerð bæjarráðs nr. 3194 sem haldin var fyrr í dag og verði tekin inn með afbrigðum og vil taka fram að bæjarfulltrúar fengu send gögn þann fund í tölvupósti í dag og þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkið því. Það eru 9 samhljóða atkvæði. Á fundinum eru 12 dagskráliðir og eru þeir svohljóðandi. Það er almenn erindi, nr. 1, ársreikningur Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2022, nr. 2, umræða samgöngumál, nr. 3, vatnsleiðsla til Vestmannaeyja, svo er það fundargerðir, nr. 4, fræðsluráð Vestmannaeyja, fundur 371, liðir 1-4 liggja fyrir til upplýsinga, nr. 5, framkvæmda á hafnaráð Vestmannaeyja, fundur 288, liður 2, ársreikningur Vestmannaeyjahafnar 2022 liggur fyrir til staðfestingar. Liður 1 og 3-6 liggja fyrir til upplýsinga. Nr. 6, umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 381, liður 1-6 liggja fyrir til upplýsinga. Nr. 7, bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3193, liður 8, jafnlaunavottun liggur fyrir til staðfestingar. Liður 10, skipun starfshóps til að yfirfara verkferla varðandi ráðningu hafnarstjóra, liggur fyrir til umræðu. Liður 1-7, 9 og 11-15 liggja fyrir til upplýsinga. Nr. 8, fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur 290. Liður 2, vinnuskóli Vestmannaeyjabæjar liggur fyrir til umræðu. Liður 1 og 3-5 liggja fyrir til upplýsinga. Nr. 9, umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 382, liður 1-5 liggja fyrir til upplýsinga. Nr. 10, fræðsluráð Vestmannaeyja, fundur 372, liður 4, þróunarsjóður leik- og grunnskóla liggur fyrir til umræðu. Liður 1-4 liggja fyrir til upplýsinga. Nr. 11, framkvæmda á hafnaráð Vestmannaeyja, fundur 289, liður 2, stórskipakantur, athuganir og rannsóknir liggur fyrir til umræðu. Liður 1 og 3-4 liggja fyrir til upplýsinga. Og til viðbótar við útsenda dagskrá kemur þá liður 12 sem samþykktur með afbrigðum hér áðan, sem bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3194 og liður 1-4 liggur þar til umræðu. En þá skulum við hefja dagskrá og tökum fyrir fyrsta dagskrármálið sem ársreikningur Vestmannaeyjabæjar 2022 síðari umræða. En rétt að taka fram að í umræðum ársreikning gilda ákvæði fundarskapa í samþykktum stjórn og fundarsköp Vestmannaeyjabæjar að hver fulltrúi má tala tvisvar við umræðina en ræðutími hins vegar ótakmarkaður. Og þá hef ég umræðina Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti. Endurskoðaður ársreikningur Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2022 lagður hér fram til seinni umræðu í bæjarstjórn Vestmannaeyja. En fyrir liggur samþykki bæjarráðs og bæjarstjóra á ársreikningnum. Samkvæmt 3. og 4. málsgrein 61. grein sveitarstjórnarlaga skal fjalla ársreikninginn á 2 fundum í bæjarstjórn. Rekstrarafkoma sveitarfélagsins fyrir árið 2022 var jákvæð rúmar 26 milljónir samkvæmt samstæðu reikningi. Engar breytingar hafa orðið á reikningnum milli umræðna eins og sást í þeim gögnum sem bæjarfulltrúar fengu. Búið að halda aðalfund Herjólfs OHF og aðalfund Eyglóar og voru engar breytingar þar heldur á þeim tölum og þeim upplýsingum sem voru inn í ársreikningi við fyrri umræðu. Og þar af leiðandi mun ég ekki rekja ársreikningin aftur hér eins og ég gerði hérna við fyrri umræðu. En einnig fylgdi endurskoðunarskýrsla núna sem búið var að fara yfir með okkur 23. mars fyrir síðasta fund en hún fylgdi í eintaki til bæjarfulltrúa. En mér langar samt aðeins að tala aðeins fjárfestingar í innviðum. Heildareignir samstæðu Vestmannaeyjabæjar námu rúmum 16 milljörðum í árslok 2022 og þar stóð handbært fé og skammtíma fjárfesting í tæpum 2,5 milljónum á árinu.
Allar fjárfestingar bæjarins á síðastliðnu ári eru fjármagna með handfæru fé, það eigið fé, ekki lántaka og námu fjárfestingar samstæðunar 1280 milljónum. Á undanförnum 5 árum hefur Vestmannaeyjabær fjárfest fyrir rúma 5 milljarða ef þú miðar við samstæðuna en rúma 3 milljarða í aðalhlutanum. Engin lántaka hefur farið fram á þessum árum, heldur hefur rekstrarafgangur og rúmlega 1,5 milljörðum af sjóðum sveitarfélagsins verið nýtti í þessa fjárfestingu. En það eru auðvitað blikur á lofti. Þrátt fyrir góðan tekjugrunn sveitarfélagsins sem samanstendur meðal annars af sterkum sjávarútvegi og tengdum greinum, að ferðaþjónustu sem er öflug og er vaxandi hjá okkur hér í Vestmannaeyjum og mikilli atvinnuþátttöku, þá þarf að sýna aðgát og skynsemi við rekstur bæjarins. En mikilvægt er líka að ríkið standi við sína skuldbindingar gagnvart sveitarfélögunum og verður stór hluti af hinu pólitíska starfi framundan sem er fara í það að verja hagsmuni Vestmannaeyinga og sækja á ríkið þegar við á og þegar þarf að fara fram á réttláta ráðstöfun skattfé. Einnig er mikilvægt að standa vörð regluverki í kringum jöfnunarsjóð eins og ég fór yfir fyrr umræðu, svo að framlög Vestmannaeyjabæjar skerðist ekki með breyttu kerfi, en það er alveg ljóst frá því við hittumst hér síðast að mikill vilji er hjá stjórnvöldum að breyta kerfinu, en hefur Vestmannaeyjabær mótmælt því og sent inn umsögn í samráðsgátt ásamt því að fylgja henni eftir með fundum við forsvarsmenn jöfnunarsjóðinn og fleiri aðila. Rekstrarkostnaður Vestmannaeyjabæjar verður áfram stillt í hóf og við erum alltaf að horfa til rekstrarhagræðingar en jafnframt því viljum við veita góða þjónustu. Það er mikilvægt að halda vel utan reksturinn svo hann verði sjálfbær og þau skilaboð hafa verið gefin við upphafi fjárhagsvinnu til allra forstöðumanna að þeim beri að fara vel ofan í alla liði sem þeir hafa fyrir fjárhagsáætlunar vinnu næsta árs. En eins og áður sagði þá eru blikur á lofti. Og það eru blikur á lofti í fjármálum sveitarfélaga og 20 sveitarfélög hafa fengið bréf með aðvörun vegna fjárhagsstöðu þeirra frá eftirlitsnefndinni með fjármálum sveitarfélaga. 50 sveitarfélög hafa fengið þetta, 50% sveitarfélaga hafa fengið þetta á undanförnum árum og þetta eru þetta að verða alltaf flóknar og flóknara. Það eru gerða mikla kröfur þjónustu frá sveitarfélagana hendi, bæði lögbundunar og í rauninni þjónustu sem ekki er lögbundin. Og auk þess er Alþingi náttúrulega sífellt að búa til auka verkefni fyrir okkur og þannig að við þurfum að þenja út báknið eins og það heitir hjá þeim þegar verið er að ráða einstaklinga sem okkur ber lagaskylda til að ráða. En það er auðvitað nauðsynlegt eins og ég kom fram á við hér fyrir umræðu að endurskoða fjármögnun þeirra verkefna sem eru komin til sveitarfélagana frá ríkinu. Og þar á ég við fleiri en einn málaflokk. Við höfum rætt mikið málaflokk fatlaðs fólks en þetta á auðvitað líka við grunnskólann. Og nú er komið fram farsældarlög barna og annað og það er að fylgja þessu fjármagn núna í upphafi en sporin hræðu við þetta og sveitarfélögin þurfa að vera mjög vel vakandi yfir því að það fjármagn verði áfram til staðar. En við viljum auðvitað ekki taka við nýjum verkefnum eins og stundum verið að kasta fram eða staðan er þannig að þau sem við erum með eru ekki full fjármögnuð. Og því er nauðsynlegt að endurskoða fjármögnun þeirra verkefna sem eru komin áður en lengra er haldið í einhverju samtali við ríkið. Tal stýrivaxtahækkanir og hækkun verðbólgu er alltumlykjandi þessa dagana og eru aðstæður í heiminum og hér á landi þess eðlis að stíga það varlega niður. En þrátt fyrir þessa stöðu sem er í kringum okkur er mikil uppbygging og jákvæðni hér í Eyjum og munum við áfram byggja upp og vinna saman á þeim nótum sem við höfum gert undanfarin ár í gegnum áskorunar og tækifæri. Þessi mikla uppbygging og jákvæðni segir okkur það að þeir sem bæði lifa og starfa hér horfa björtum augum til framtíðar. En það er auðvitað mikilvægt að við tökum sameiginlega þátt í þeirri uppbyggingu og ársreikningurinn endurspegla vel fjárhagslegan styrk sveitarfélagsins sem er í stakk búið til að standa undir framtíðar uppbyggingu grunninnviða í sveitarfélaginu en auðvitað með tilliti til aðstæðna hverju sinni. Fjármálastjórn bæjarins er fagleg, hún er vel ígrunduð og við erum að sinna okkar hlutverki sem er að veita góða þjónustu en jafnframt að huga vel að fjármunum sveitarfélagsins. Og framtíðarhorfur samfélagsins hér eru bjartar. Enda eins og ég áður sagði, mikil og jákvæð uppbygging í kortunum, stór atvinnutækifæri er að bætast hér við og einkaaðilar hafa
svolítið tekið við hjá okkur núna. Við erum ekki með neitt risastórt verkefni í fullum gangi á þessu ári, en það eru risastór verkefni framundan hjá okkur og meðal annars Hamarsskólinn sem vonum bara getum farið vel af stað með á þessu ári ef allt gengur upp. En að lokum langar mig bara að skilja ykkur eftir með það. Það er bjart yfir hér í Eyjum, en það eru blikur á lofti í efnahagslífinu. Það eru spennandi og krefjandi áskoranir framundan og ég til þessa bæjarstjórn mjög vel færa til að takast á við þær. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri. Áður en ég gef orðið laust, þá ætla ég að lesa inn innbókun. Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri, gerði grein fyrir endurskoðum ársreikningi Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2022 í framsögu. Jafnframt gerði hún grein fyrir helstu niðurstöðum reikningsins. Og þá er orðið laust. Eyþór Harðarson, svo. Forseti, góði bæjarfulltrúar. Já, ég get auðvitað tekið undir margt sem að bæjarstjóri Íris Róbertsdóttir fór hér í gegnum. En ég ætla svona að renna yfir nokkra punkta svona sem að liggja á manni eftir starfið eða eftir að hafa farið yfir ársreikning. Og þá segi ég bara að við sem erum í bæjarstjórn, við tökum að okkur ábyrgðarmikið hlutverk þegar við erum valin til að sitja í bæjarstjórn. Við erum með alls konar sýn á lífið og tilveruna og fókusinn getur verið æri misjafni á þeim sem veljast til að sitja í sveitarstjórnum víða land þegar kemur að rekstri bæjarins eða bæjarfélaga. Og mikilvægt er að fara eftir lögum og reglum sem gilda sveitarstjórnir og eru hendur okkar bundnar við stóran hluta útgjalda sem við höfum í raun lítið að segja þegar við setjumst í sveitarstjórn. Fjárhagsstaða bæjarsjóðs Vestmannaeyja hefur veikst mikið síðustu árin þó tekjur hafi verið góðar. Þá duga þær ekki fyrir rekstrinum. Gengið hefur verið á sjóði bæjarins og munu þeir tæmast með næstu verkefni. En í samkeppninu að gera betur þurfum við að staldra við og forgangsraða. Í mínum huga eru sjóði bæjarfélagsins nú þegar fráteknir, eins og ég nefndi, í verkefni næstu árin og eins og Íris Róbertsdóttir kom inn á. Stór verkefni framöndan. Rekstur bæjarfélagsins er að þyngjast. Það er deginum ljósara og það sjáum við öll sem að störfum í sveitarstjórn. Efnahagsumhverfið er að breytast, þyngjast leið. Helmingur bæjarfélaga í landinu er ekki að ná endum saman. Við erum sem betur fer í betri helmingnum. Vestmannaeyjar hafa hingað til talist til öfundsverðra bæjarfélaga hvað varðar tekna miðað við íbúa fjölda. Sífellt meiri kröfur á þjónustu frá bæjarbúum og lagasetningar á þingi eiga það til að reksturinn þyngist. Samkeppni milli bæjarfélaga stefnir í vitleysu, loforð efni fram. Sjóðirnir okkar gefa ekki það sem áður var. Stytting vinnuvikunar hefur haft gríðarlegan kostnaðarauka í för með sér og ef við ætlum að koma okkur í þá stöðu að kursinn breytist í rekstri A-hlutans þá kallar það á viðurkenningu vandans sem steðjar að. Vandinn er ekki eingöngu rangar ákvarðanir núverandi meirihluta en það þarf að átta sig á vandanum og bregðast við honum í rekstri bæjarins. Þetta kallar á óvinsælar ákvarðanir tímabundið. Við sjálfstæðismenn styðjum núverandi meirihluta til allra góðra verka hvað varðar bættan rekstur bæjarfélagsins, íbúum Vestmannaeyja til heilla. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Svel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir og áheyrendur. Já, við erum komin til að taka síðari umræðu ársreikninga og auðvitað fórum vel yfir á síðasta fundi svona kannski áherslu mun svona milli meiri og minni hluta.
og ég ætla svona að reyna í lengstu lög að vera ekki í sífellu að endurtaka mig, en svona til að reyna að vera kjarnyrta, svona allavega að taka saman það sem að ég myndi vilja kannski halda áfram af það sem að frá þeim fundi var horfið. Ég auðvitað engan veginn sátt með niðurstöðu sveitarsjóðs, það er að segja A-hluta, að hann sé rekinn með halla. Við erum að sjá það að það eru stór og sveitarfélög í kringum okkur sem að skila góðum rekstrarafgangi. Þannig að þá auðvitað spyr maður sig hvað við getum verið að gera betur, og við höfum auðvitað ítrekað verið að koma með tillögur. Og það að A-hluti sé rekinn með halla á aðra 100 milljónir á minni hálfu að minnsta kosti óásættanlegt, og eitthvað sem við ættum auðvitað öll og viljum auðvitað öll í lengstu lög forðast. Þrátt fyrir vaxandi tekjur langt umfram áætlanir, að þá eru endar ekki að ná saman hjá sveitarfélaginu. Tekjur eru ekki að duga fyrir gjöldum, af því að fjármagnsgjöld eru vissulega hluti af þeim gjöldum sem við þurfum að standa undir. Það á að vera rautt flagg fyrir stjórnendur bæjarins, alveg eins og það væri fyrir heimili, sem stæðu frammi fyrir því að tekjur heimilismanna væri ekki að duga fyrir þeim rekstri sem þau standa frammi fyrir. Hvað eigum við þá að gera? Auðvitað þurfum við að endurskoða hvar er hægt að velta við steinum til að fara betur með. Og þegar við segjum að fara betur með, þá erum við ekki að tala að vera að fara í allavega undirrituð, ekki að tala að vera að fara í einhverjar harðar uppsagnir eða neitt slíkt eins og svo hræðslu áráður sem var beitt fyrir kosningar. þar sem var sagt að Sjálfstæðisflokkurinn myndi ráðast í. Við erum að tala betri og skynsamari ákvarðanatökur. Rekstrarhagræðing sé alltaf að leiðarljósi við nýframkvæmdir, breytingar og þess háttar. Þegar starfsmenn hætti sé skoða hvort þörf sé að ráða aftur eða hvort hægt sé að dreifa álagi. En þá koma eins og á síðasta kjörtímabili þegar til dæmis sú tillaga var lögð fram, fulltrúar meirihlutans í pontu og væni okkur að tala starfsfólk sveitarfélagsins niður. Og hvaða starfsmenn það eru sem eru þá ekki að gera neitt. En þetta verkferlar og þetta eru aðgerðir sem að sveitarfélög víðum landi fara í að skoða og ég geri ráð fyrir að sé allavega einhverju leyti, þó það sé ekki kannski formlega, allavega var sú tillaga ekki samþykkt, en það er kannski ekki formlega gert, en þá sé það einhverju leyti horft til þess. Stærsta hagræðingaraðgerð sem að þessi meirihluti hefur ráðist í var væntanlega að segja sig frá rekstri hraunbúða. Rekstur sveitarfélagsins væri nú eflaust í töluvert stærri mínus ef sá hluti væri innan rekstur Vestmannaeyjabæjar. En miðað við hvernig rekstur sveitarfélagsins og var rekið af þessum meirihluta, þá ekki rými fyrir þann rekstur hér inni. Það auðvitað mismikil ánægja með þá aðgerð og ég ekki fullviss þess í dag að það hafi endilega verið samfélaginu fyrir bestu. Þrátt fyrir að vissulega var orðið alls kostar ómögulegt með við þá fjárhagsstöðu og þá skertu framlög sem að sveitarfélagið hefur verið að fá frá ríkinu sem auðvitað miður. Við aðstæðum eins og þær sem við ströndum frammi fyrir í dag, þar sem að launakostnaður hratt vaxandi, ýmsar lagalegar kvaðir eru sett á herðar sveitarfélagsins af hálfu ríkis án þess að því fylgi meðgjöf og við munum sjá þá þróun áfram. Við höfum verið að tala auðvitað þessa þætti sem að hafa verið að auka álögur á okkur, jafnlaunavottun, persónuverndarlöggjöf og á þetta sífellt að bætast. Samþætting innan fjölskyldusviðsins til dæmis stórt skref sem verið að fara í og kostar stóra peninga og þrátt fyrir meðgjöf í dag með því skrefi að þá sýnir sagan okkur, svo ekki verið villst, til dæmis varðandi yfirtöku á grunnskólum og þjónustu við fatlaða, að krafan og kostnaður við þjónustuna sem að við veitum gerir lítið annað en að vaxa, langt umfram þær áætlanir, viðmið og það fjármagn sem upphaflega var sett fyrir sveitarfélögin, þegar þessu var komið á koppinn eða fært yfir frá ríki. Við þessar aðstæður mikilvægt að þeir sem halda stjórnartaumana sína aðhald og forgangsraði fjármununum vel. Við höfum því miður ýmis dæmi úr rekstri sveitarfélagsins þar sem slíkt aðhald hefur vantað upp á. Farið hefur verið skammtímalausnir og kostnaður sokkinn. Þar gæti ég svo sem nefnt hinnar ýmsu skýrslur og stefnur, kostnaðarsamar endurbætur fyrir aðstöðu sveitarfélagsins tímabundið í húsnæði
sem stuttu síðar flutt út úr eða rifið og slíkt farið oftar í en einu sinni. Kostnaður vegna málareksturs, vegna lögbrota við ráðningar, 1 milljón hér, 1 milljón þar, litlar ákvarðanir sem í stóra samhenginu virðast ekki skipta svo miklu máli. Eins og var komið fram í ræðu bæjarstjóra á síðasta fundi þar sem var talað til dæmis um fæðisgjöld á Víkinni. Að það væri svona bara brot af þessu samhengi. En þegar við erum að taka allar þessar litlu ákvarðanir saman að þá gerir það eitt stórt. Við höfum ítrekað bent á þegar okkur fulltrúum Sjálfstæðisflokksins þykir illa farið með almannafé við mikla vandlætingu meirihlutans. Og á þessu kjörtímabili höfum við til dæmis eins og kom áður fram gagnrýnt niðurfellingu fæðisgjalda. En eins og gott orðtæki segir, there is no such thing as a free lunch. Það er alltaf einhver sem borgar brúsa. Við munum halda áfram að benda á þegar okkur þykir illa farið með almannafé, hvort sem meirihlutanum líkar það betur eða verr. En við munum líka leggja okkar að mörkum líkt og endra nær að benda á með hvaða hætti mætti fara betur með, en svo er það bara spurning hversu vel er hlusta. En það er líka alveg merkilegt þegar maður fer í söguskoðun yfir síðustu ár. Hversu auðvelt þessi meirihluti hefur haft það að bera fyrir sig alla mögulega hluti aðra en að taka til greina að hugsanlega þurfi meira aðhald í rekstri. COVID var orsökin, Herjólfur var orsökin og nú er það verðbólgan og lífeyrisskuldbindingarnar. Og það var auðvitað kostulegt að hlusta á ræðu bæjarstjóra hér á síðasta bæjarstjórnarfundi sem reyndi að þræta fyrir það í ræðum í kjölfarið. En bæjarstjóri sagði orðrétt í pontu að við gætum nú velt því fyrir okkur. Ef við hefum átt alla þessa 3 milljarða, þá gætum við sjálf reiknað hvað tapið væri á fjármagnsliðunum í A-hluta. Þegar ég myndi nú allan daginn borga auka fjármagnsgjöld ef ég fengi þessa milljarða tilbaka. En ég fékk ákúrur fyrir að minnast á þetta, en fólk getur auðvitað bara skellt teipinu í og þegar svona cirka klukkutíma og 5 mínútur er búnar að síðasta fundi að þá kemur þetta fram. En já, þetta er auðvitað eins og hefur komið fram, eru auðvitað ytri aðstæður okkur erfiðar og þá sérstaklega er þörf fyrir að vanda okkur einstaklega vel. En stundum er líka bara hollt að horfast í augu við staðreyndir, hægt að reyna að kenna öllu og öllum í kringu sig öðru það sem aðlaga fer og taka ábyrgð á eigin ákvörðunum, læra af þeim og reyna að gera betur næst. Á síðasta fundi óskaði bæjarstjóri eftir tillögum frá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins og þótti eitthvað vera lítið þær. Við höfum bæði á þessu og síðasta kjörtímabili ítrekað komið fram með tillögur eða bókanir varðandi mögulegar hagræðingaraðgerðir. Við höfum rætt fiskiðuna, fara ekki endurbætur á Sagnheimum sem er búið að selja, fara ekki endurbætur á Rauðagerði sem er ekki verið að nýta lengur. Tillaga að skoða fasteignir sveitarfélagsins með það að markmiði að jafnvel selja eignir var eitthvað sem kom frá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Við höfum lagt til að þegar starfsmenn hætti verið farið í endurskoðun á verkföllum og hvort að skoða mætti hagræðingu þar sem eru sársaukalausustu hagræðingarnar. Það er ýmislegt hægt að skoða. Við sem endranær erum tilbúin að gera það, munum halda áfram að benda á það, en og erum alltaf tilbúin í samstarfi það að fara betur með þá peninga sem að bæjarbúar treysta okkur að fara með. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Fleiri sem vilja. Örn Friðriksson, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Gaman að sitja sinn fyrsta bæjarstjórnarfund. Ég er einstaklega ánægður með það að fá að taka þátt í frábæru samstarfi í meirihlutann, góður rekstur, hækkandi þjónustu, stig okkur til sóma. A-hluti bæjarsjóðs á að vera rekinn sem næst 0. Ef við tökum á mikið af bæjarbúum erum við að fara illa með þeirra fé. Mér langar til að velta vöngum yfir því aðeins síðustu 4 ár Sjálfstæðisflokksins völd. Hvernig var A-hlutin þá? Hafið þið litið yfir það ágætu sjálfstæðismenn? En meira ætla ég ekki að segja.
Takk fyrir. Takk fyrir það, Örn Friðriksson. Íris Róbertsdóttir. Svör. Forseti. Já, það alltaf ákaflega spennandi að heyra hvað kemur hér fram. Af því það eru mjög misjafnar og margar ræðurnar sem haldnar eru í tengslum við ásetningin og fólk hefur auðvitað ákveðið svona frelsi til að eiginlega ræða öll mál, það er eiginlega allt undir. Þannig það er gaman svona að heyra svona hvernig sýnit er og hversu mikið fólk vill svona, já, koma á framfæri sínu og hvernig það gerir það. Langar aðeins að byrja á því að vitnaðist til bæjarfulltrúa Eyþórs Harðarsonar. Hann fór hérna yfir áðan svona gat alveg tekið undir ýmislegt og annað ekki nema það að sko það er svolítið sérstakt að það er einhvern veginn bara og kom sérstaklega mikið fram í máli Hildur Sólveigar Sigurðardóttur. Það er bara ársreikningurinn skoðaður og svo er aðtöð okkur hvaða tölur eru best að færa til og breyta og gera svo þetta lítur örugglega illa út. En ársreikningurinn lítur ekki illa út en það eru blikur á lofti. Og mér finnst bara, þú veist, og ég tek algjörlega undir það að tekjur verða að duga fyrir gjöldum. Og það er þannig núna, ef við hefðum bara verið með 0 í fjármagnstekjur, þá er bara allutin verið fínt sko. Rekstrartekjurnar sem koma inn úr eiginlegum rekstri, skatttekjurnar okkar, jöfnunarsjóðstekjurnar, þær duga fyrir gjöldunum okkar. Og það er allt í lagi að segja það, en á sama tíma að segja en, vegna þess að þetta og þetta, þá er allutin mínus. Bara segja allar, fara allar leið. Stundum hafa fulltrúar Sjálfstæðisflokksins valið að taka bara uppi sko, því þá áttu ekki að nota fjármagnstekjur, þær voru ekki tekjur, það áttu ekki að gera ráð fyrir þeim. Núna eru þær tekjur. Þannig bara verum sanngjörn bara í umræðinni og mjög eðlilegt að taka þessu umræðu. En mér finnst svolítið gaman hvað er alveg ofboðslega miklar sko áhyggjur núna. Það reyndar bara einn bæjarfulltrúi sem var á síðasta kjörtímabili og ég er mjög hissa að þessi ræða hafi ekki komið 2017 þegar ársreikningurinn var kynntur að því þá á þeim degi þegar hann var kynntur þá var það ekki nema rétt 100 milljónir sem rekstrarafgangurinn var fyrir fjármagnstekjur og afskriftir. Núna er hann 225 sko. Þarna var þetta klárt reksturinn. Svo komu fjármagnstekjurnar inn á eftir og löguðu svolítið aðhlutan. Þannig að sko verum bara sanngjörn og svo verði ég náttúrulega að koma að punktinu með það þegar var tekin sko lungan og ræðin alla hagræðingarna og hvað Sjálfstæðisflokkurinn gerir allt vel og klárar allt vel og gerir það eflaust. Og bara góður og vilja leggja góðar tillögur fram og ég hafi kallað eftir því og svona og alveg bara klárt gera það og bara frábært. Enda erum við tilbúin að hlusta á alla góða tillögur og höfum sagt það og enda vil ég segja það að samstarfið núna er bara allt annað og er bæjarbúum til heilla. Ekki bara þessum hóp sem er hér. En mér finnst sko, ég var samt pínu hissa en voru að segja kannski einhver staðar ekki samþykkt á bakvið er verið að hugsa hagræðingu. Ég veit ekki betur en að bæjarfulltrúinn að minnstakosti öll mín 5 ár hafi samþykkt forsendur fjárhagsáætlunar. Þar stendur skýrum stöfum að forstöðumenn og framkvæmdastjórar sviða eigi að fara í hagræðingu. Þannig það er ekkert á bakvið tjöldin. Það er samþykkt, bókað í bæjarráði og borið upp í bæjarstjórn. Það er alveg ljóst. Þannig við skulum bara hafa hlutin eins og þeir eru. Og svo kom hérna inn á hraunbúðir. Það var þyngraði tárum taki ef við sögðum okkur frá rekstrinum. En bara fyrir stuttu síðan á sambandsþinginu hitti ég bæjarstjórn á Akureyri sem er ásamt fleiri bæjarstjórum mjög fegin að hafa sagt sér frá rekstrinum í ljósi þess, eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Eyþórs Harðarsonar hér áðan, þá erum við að glíma við mjög erfitt rekstrarumhverfi og í ofanálag þá er þetta vaktavinnustaður þar sem vinnumtímastyttingin kom inn af fullum krafti. Þannig þetta hefði verið erfitt fyrir okkur og við getum ekki ákveðið meðvitað að borga svona fjárhæðir fyrir ríkið. Það er ömurlegt að hafa þurft að skila sem rekstri en ég reyndar er
með við það sem ég sé og heyri, þá virðist nú vera glaðna svolítið yfir. Það bara skemmtilega myndir, frábært, þú veist, það vonandi að ná jafnvægi og ná gleði þarna inn, að því að ég veit að það gott starfsfólkarna, það mikið álag á því og ég held að það sé ekkert og það hefur aldrei verið, hvað ég voru að segja, málflutningu sjálfstæðisflokksins, ok, setjum þá bara meiri peningi í þetta. En það verið að taka hlutinu þarna í gegn og samkvæmt því sem ég heyri allavega, kannski bæði fulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir með einhver aðra fréttir, að þá hlutirnir að horfa þér til betri vegar. En ég tek undir það, þetta voru þungskref og við hefðum alltaf viljað hafa þetta hjá okkur. Það var bara ekki forsvaranlegt. Svo það annað, að þetta ársreikningurinn sé þungur og erfiður og við verðum að fara að gera betur og svona. Samt sem áður samþykktu þessi fulltrúar, hluti af þeim, samþykktu þessa fjárhagsáætlun fyrir hennan reikning. Og tillögurnar sem fulltrúar sjálfstæðismanna komu með voru nú ekki með neinum verðmiðum á. Hvernig ætti að hagræði og hvaða sparnaði myndi þýða og svona. En við erum algjörlega opin fyrir því að lagareksturinn okkar allstaðar sem við getum gert það. Af því það ekkert sveitafélag með fullkominn rekstur. Og við eigum alltaf að vera að skoða og við erum alltaf að leita leiða til að gera betur. En svo mér langi bara að enda hérna, það var svona verið að segja það að ég ætti nú að fara í það og horfa og ég og fleiri og eftir klukkustund, það sem ég var ósátt við var það að viðkomandi bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir sagði hér að ég og formaður bæjarráðs vildum helst ekki eiga þessa peninga. Þú skalt hlusta viðkomandi bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir á sjálfa því í upptökunni. Já. Þú fóst upp að því þú vissi hvað þú sagðir. Já. En ég var að benda á það að ég stolt af því að við erum búin að byggja upp innviði hérna. Ég stolt af því að við séum að sinna okkar hlutverki. Hlutverk sveitafélaga ekki að safna peningum inn á bók. Hlutverk sveitafélaga að styrkja upp innviði og veita þjónustu en gæta þess að fara vel með og hugsa peningalega rekstur. En við erum ekki fyrirtæki sem hefur það að markmiði að skila sem mestri arðsemi. Arðsemin felst líka í því hjá okkur að veita góð þjónustu. Og við erum líka klárlega tilbúin í gott samstarf og gott spjall og það hefur verið það í bæjarráði sem fer með peningamálin. Við höfum átt mjög gott samstarf við fulltrúa sjálfstæðisflokksins þar og ég held að það sé sveitafélaginu til heilla. Takk fyrir, Íris Róbersdóttir. Fleiri sem vilja ræða þetta mál? Já, til. Það var aðeins að viðra sig. Eyþór Harðarson, kjörstjórn. Já, forseti, góð bæjarfulltrúar. Ég held ég verða að bregðast við hérna ræðu Örn Friðrikssonar, bæjarfulltrúa, og óskonum til hamingju með fyrsta fundinn. Gaman að sjá nýtt fólk. En hann fer inn á það að í rauninni eigi rekstrarreikningurinn eða bæjarsjóður ekkert að skila meira en núlli. Þá séum við að taka meira af fólki en þarf. Ég alveg sammála því, svona meðaltali það niðurstaðan, en við höfum kannski verið að benda á hvors, eins og ég segi, menn fyrir ekki alltaf að taka allt persónulega, en aðstæður eru þannig að síðustu 5 ár hefur bæjarsjóður verið ekki þannig að sjóður sem var upp á rúma 3 milljarða komið niður í 1,5, 6, 7 milljarða sem segir okkur það ef að þeir peningar hafi ekki verið til þá hefðu við sennilega ekki framkvæmt fyrir þá og reksturinn okkar hefði ekki dugað fyrir þessum fjárfestingum sem vorum í og það það sem við verðum bara að ráðast í sameiginlega. Við vitum það að þessi sjóðir, þeir klárast innan skams, við skulum orða það bara þannig, með næstu verkefnum og þá þarf A-hlutinn að skila 300-400 milljónum á ári í plús ef við ætlum að fjárfesta í innviðum eða halda við kerfin okkar. Það svona, ég held að þetta sé eitthvað sem við erum öll sammálum. Þannig að
Ég ætla að vona að verði ekki mörg ár sem að við fáum mínustölur í A-hluta. Það getur alltaf komið upp og það getur alveg komið upp hjá sjálfstæðismönnum líka að það sé mínus í A-hluta í ykkur árferði. En ég opnaði nú svona gjóaði aðeins í tölurnar þegar ég spurði hvernig voru síðustu árin hjá A-hlutanum eða í stjórnartíð Sjálfstæðisflokksins, þá erum við bara að tala um A-hlutan. Þá ég bara með útpröntun, það 111 milljónir 2014, þá ég alltaf að tala um pluss 197 milljónir 2015, 294 2016, 265 2017, 341 2018 sem náttúrulega orðið blanda af kosningaárinu, en ég viðurkenni líka það að þar helmingurinn af afkomunni eru fjármagnstekjur sem að svo guðblessunarlega við nýttum okkur í að viðhalda svona eða koma að geta fjárfest mikið eins og við höfum oft komið inn á. En við þessar breytingar í efnahagslífinu þá verðum við bara breytum kúrs þegar að þessar fjármunatekjur ekki í boði. En aðalmáli það ekki nóg að vera með A-hlutan á núllinu. Því að A-hlutin þarf að skila okkur til að greiða af innviðum og helst að safna fyrir innviða fjárfestingum heldur en að taka lán og þurfa að eyða hluta tekna okkar eða útsvarsins í vaxtagreiðslu. Og kannski ég punktaði nú hjá mér út af því að Íris Róbertsdóttir kom inn á það að það væri verið að gera þetta vel og þetta væri í rauninni ekki þetta vandamál sem að við værum að benda á. En það þá ágætt að fá svör við því hjá meirihlutanum hvernig sjáum við þetta gerast þegar sjóðirnir eru búnir. Hvernig ætlum við að reka sveitafélagi þá þegar að við erum búin að klára hennan 1,5 milljarð í Hammarskóla sem að fer örugglega langt á næstu 2 árum ef þær framkvæmdir fara af stað sem að eru náttúrulega á stefnuskránni hjá okkur. Þannig ég segi bara hvernig á að gera þetta þegar að verður ekki hægt að sækina inn í þá sjóði til að borga af fjárfestingu. Takk. Takk fyrir Eyþór Hafþórsson. Fleiri sem vilja ræða þetta mál? Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já, forseti bæjarfulltrúi gestir, já bara eftir það sem kom hér fram í máli bæjarstjóra þá bara hvet ég fólk til þess að hlusta á þessu upptöku að því ég var bara að því núna fyrir ekki svo löngu síðan og þar tekið fram sérstaklega að það hefur verið látið í það skína að það hefur verið betra að við værum með minni eignasjóð. Þannig að það bara erfitt, auðvitað það erfitt þegar og sannleikanum verður hver sárreiðastur þegar maður að benda á hluti sem að voru sannarlega sagðir. En já, ég ætla ekki þá að hafa það meira í þessu. Það eru fleiri sem vilja ræða þetta mál. Margrét Rós Ingólfsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar, ég mæli hér fyrir bókun frá öllum bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Með leyfi forseta. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins ítreka bókun sína við fyrri umræðu ársreiknings. Sjóðir sveitarfélagsins tæmast hratt og örugglega. Það staðreynd að afkoma sveitarfélagsins dugar ekki fyrir nýfjárfestingum og stefnir í lántökur fyrir nauðsynlegri innviðauppbyggingu á næstu árum. Við þær aðstæður okkur skylt að endurhugsa reksturinn frá öllum hliðum svo koma megi reksturinnum í ásættanlegt horf. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins mun ekki láta sitt eftir liggja í aðstoð við það verkefni kjósi meirihlutin að fara þá leið. Bókun lýkur.
það. Vilja fleiri ræða þennan dagskrárlið? Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, og ég kallaði stoltan forseta. Býð sömuleiðis Örn Friðriksson velkominn á sinn fyrsta fund. Það svo sem búið að segja allt þennan ársreikning held ég sem að þarf að segja, og við getum öll komið hér upp hvert ofan í annað og endurtekið það sem við sögðum við fyrri umræðuna, og það sem að það svona það sem upp lagt með hér, að þá held ég að ég geti nú alveg tekið þátt í því, en að mínu viti, svo ég ætla nú bara að vera stuttorður, að mínu viti þá ekstra niðurstaða bæjarins, hún ásættanleg og hún meira þess að vel ásættanleg. Og þessi svona pólitík sem að hér í bæjarstjórn, hún náttúrulega fyrirsjáanleg eins og alltaf. Það hægt að taka undir margt með þeim sem sitja hér mér á hægri hönd og hafa verið að benda hér á, og ég held að við séum allir þeir 9 bæjarfulltrúar sem sitja hérna í bæjarstjórn eru sammála það að árferði í rekstri sveitarfélaga erfitt. Bæjarstjóri kom nú inn á það í sinni ræðu að helmingur sveitarfélaga sé í einhvers konar fjárhagskröggum og einhverjir á 3. tug hafi fengið erindi frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga. Við erum blessunlega ekki svo illa stödd þó að það megi nú ráða úr svona ef maður hlustar á þessar ræður sem hér hafa verið haldnar. En þetta eins og ég segi, þetta þessi pólitík sem við erum í, og það svona farið að kokka upp einhverjar tölur, búa til einhverjar breytur sem að eiga að sýna að staðan að mínu viti kannski verri heldur en svona mætti lesa út úr þeim. Ég sá nú hérna reynda fyrir fundin grein í fjölmiðlum það sem er svona gott dæmi þetta, það sem að rekstrarniðurstaða mæld í prósentum. Ég veit ekki hvað það á nú eiginlega að fyrirstilla, en þetta svona þessi umræða sem fer oft í það að búa til einhverja humbúk og búa til eitthvað að staðan sé miklu verri heldur en hún Við erum í erfiðu umhverfi, við þurfum að sýna ráðdeild, við þurfum að standa saman í því að skoða hvar í rekstrinum við getum hagrætt, og það hefur verið mjög góð samstaða inn í bæjarráði til þess að gera það, leita allra leiða til þess að gera það. Ég ætla að fá að taka undir með því sem að bæjarstjóri sagði hérna á, því að þessi umræðum ársreikning sveitarfélagsins, hún oftar en ekki svolítið kostur vegna þess að, og eins og hún nefndi, að þá þegar að A-hlutin hefur verið í plús, rekstra niðurstaðan, ekki prósentum heldur en í krónum, rekstra niðurstaðan hefur verið í plús, þá hafa fulltrúar minnihlutans komið hér upp og sagt að jú, þetta bara út af fjármagnstekjunum. Þetta eru fjármagnstekjurnar sem að keyra þetta upp í plúsin. Nú þegar hlutirnir snúast við, reksturinn fyrir fjármagnsliði í plús, en fjármagnsgjöld draga okkur niður fyrir núllið, þá það orðin eitthvað sem á að taka út fyrir sviga. Ég kalla eftir bara að þeir sem lesa þennan ársreikning, lesi hann af skynsemi, skoði hvað í honum, sjóðirnir sem að talað að sé að tæmast, það nú hægt að skoða þá í skammtíma fjárfestingu í efnahagsreikningi sem að gefur okkur tölu upp á held ég 1,5 milljarð. Þannig að ég held að þeir sjóðir sé ekkert að tæmast, allavega það fer svona eftir hvort við tökum fjármagnsgjöldin inn í þetta eða ekki. Já. Og svo verð ég að koma inn á eitt hérna. Og það þetta og þessi orðanótkun að segja að uppsöfnin á rekstri hrumbúða hafi verið hagræðingar aðgerð. Þetta finnst mér ekki boðlegt. Og ég verð bara að segja það, mér finnst ekki boðlegt að stilla þið þannig upp. Allir þeir sem að hér sitja vita hvers vegna þessum rekstri var sagt upp. Og það að segja að þetta hafi bara verið einhver hagræðingar aðgerð, það ekki í lagi. Ætla ég að fá mér að segja.
ef mér skjátlast ekki, þá satt Hildur Sólveig Sigurðardóttir bæjarfulltrúi í bæjarráði þegar þetta var ákveðið og samþykkti það og í bæjarstjórn og samþykkti það og hún veit mætavel að þetta var ekki hugsað sem hagræðingaraðgerð. En ég held ég láti þetta duga, forseti, og segi bara að ítreka það sem ég sagði hérna á. Þetta er ásættanleg niðurstaða en við þurfum að vera á tánum. Takk fyrir það, Njáll Ragnarsson. Íris Róbertsdóttir, svo vel. Forseti, mér langar að því að það er mikið verið að tala í tölum og svona, þá langar mér svolítið að því það er oft rætt svona hvernig við erum að þenja þetta og gera þetta og þetta er bara búið að bólna út og það verður að vera hagræðing og allt það. Ef að laun og launatengd gjöld eru skoruð sem hlutfall af tekjum, síðasta ári sem Sjálfstæðisflokkurinn var hér í meirihluta 2017, þá var prósentan fyrir samstæðuna þá 51,9%, samstæðin núna er 48,1%. Og ef við skoðum bara A-hlutann, þá var hlutfall launa af heildartekjum 53% 2017, en er núna 51,7%. Þannig það er allavega ekki búið að vera belgja og belgja, en mér finnst bara mikilvægt að við förum rétt með og varðandi það sem bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson sagði hérna áðan og við ætlum svo sannarlega að fara vel með sjóðin okkar, en ég tel ekki illa að fara með sjóði að byggja slökkvistöð og kjarna fyrir fatlað fólk. Það er hlutverk okkar. Nei, þú voru bara að biðja um orðið. Svo er það annað. Hvað eigum við þá að gera? Við erum næststærsti eigandinn í lánasjóðnum. Við höfum verið þeirra gæfa aðnjótandi eins og mjög fá sveitafélög að þurfa ekki að taka lán. En nánast öll sveitafélög í landinu fjármagna að hluta fjárfestingar sínar með mjög hagstæðum lánum frá lánasjóðnum og með rekstrarafgangi. Þannig að ef að Hamaskólinn myndi taka upp þennan 1,5 milljarð og við gætum ekkert lagt neitt til og ekki gert neitt, þá þyrftum við að fara sömu leið og 98% sveitafélögum í landinu að fá lán hjá Lánasjóði íslenskra sveitafélaga. En sem betur fer höfum við ekki þurft að vera þar. En það eru samt nánast öll sveitafélög þar og það sem er algjörlega áberandi og það er ástæðan fyrir því að við erum að lenda í neikvæðum fjármagnstekjum er að í lögum sveitafélög er ekki eins og gert ráð fyrir að sveitafélag eigi peninga til að ávaksta. Og við megum bara ekki ávaksta í neinu. Við megum ekki. Þetta er bara belti og axlabönd og rúmlega það sem allir héldu, væntanlega þegar þeir stofnuðu ægistir, að það væri belti og axlabönd á sjóðnum. En þau eru bara ekki meira en þetta. Við erum að lenda í neikvæðu vegna þess að þetta er mjög þröngur stakkur og það er svo ótrúlegt þegar í rauninni ríkistryggðu, sértryggðu bréfin og allt fer á sama máta. Venjulega vegur þetta upp hvort annað. En staðan er einfaldlega þannig að við erum öll meðvituð um það að aðstæðurnar eru eins og þær eru í dag. Og við þurfum að stíga varlega niður. En mér finnst líka að við eigum svolítið svona að, hvað ég að segja, vera svona, segja alltaf allt. Ekki bara velja okkur búta hér og þar. En það er ekki meira frá mér. Takk fyrir það, Íris Róbertsdóttir. Fleiri ræða þetta. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla að fá að bóka fyrir hönd meirihlutans með leyfi. Rekstrarafkoma A-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði er í ákvæðum 225 milljón króna sem sýnir glögglega að reksturinn stendur undir sér. Í erfiðu árferði hefur rekstur flest allra sveitafélaga þyngst svo munar. Neikvæð ávöxtur verðbréfasafns bæjarins sem dregur úr rekstrarniðurstöðuna niður fyrir 0 ber þess glögglega merki. Í slíku umhverfi er mikilvægt nú sem fyrr að sýna ráðdeild og ábyrgð í fjármálum bæjarins. Rekstrarafkoma samstæðunnar í ákvæðum rúmar 26 milljónir. Ársreikningurinn endurspeglar vel fjárhagslegan styrk sveitafélagsins sem er vel í stakk búið til að standa undir framtíðar uppbyggingu grunn innviða í sveitafélaginu með tilliti til aðstæðna hverju sinni. Enn og aftur reyna bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins að slá ryki í augu bæjarbúa þegar þeir tala fjármál bæjarins.
Aldrei hefur verið tekið úr sjóðum sveitafélagsins fyrir rekstri. Rekstrarafkoma A-hluta 2022 fyrir afskriftir og fjármagnsliði er betri en öll ár síðasta kjörtímabils 2014-2017 þegar Sjálfstæðisflokkurinn var í meirihluta. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Þannig að taka fundalið, við fengið að sjá þessa bókinu. Við vissum að þetta sé alveg rétt sem að þetta sé. Já, ég skal sína. Tökum 10 mínútna fundarhlið. Ég er að fara að senda þetta á.
Þá hefur við lokið við hlé. Nú er einhverju sem fleiri sem vildu ræða þetta mál. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, já, ég átti nú reynda líka eftir seinni ræðutíma, þannig ég ætla kannski aðeins að fá að skeita aðeins við þetta á undan. Það er náttúrulega svolítið skemmtilegt að sjá að formaður bæjarráðs, Njáll Ragnarsson, talar um tölur og hvernig megi túlka tölur og velja úr það sem að hendar sér og leikur svo nákvæmlega sama leik í kjölfarið, en þetta er nefnilega pólitík og það er nefnilega það skemmtilega við umræðum ársreikninga, hversu kostuleg sem að formanni bæjarráðs þykir svo umræða, þá er hún alveg gríðarlega pólitísk og það er ekkert óeðlilegt og hann ætti náttúrulega að vera þau reyndur í því að við umræður ársreikninga og fjárhagsáætlanir þá eru menn bara ekki alltaf sammála og það er bara, já, ekkert óeðlilegt. Ég ætla með leyfi forseta að fá að lesa hér uppbókun. Hún er svohljóðandi. Það er áhyggjuefni að meirihluti H og E-lista telji athugasemdir bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins vera til þess fallin að slá ryki í augu bæjarbúa varðandi fjárhag sveitarfélagsins. Tölur eru staðreyndir. Gengið er á sjóði og halli er á A-hluta sveitarfélagsins. Það eru við ekki sátt við. Undir það rita allir bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Takk. Takk fyrir, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Fleiri sem vilja ræða þetta eitthvað nánar? Okay. Þá mun ég bara lesa upp lykiltölur úr ársreikningi. Ársreikningur sjóða í A-hluta 2022. Afkoma fyrir fjármagnsliði jákvæð 12.390.000. Rekstrarafkoma ársins neikvæð krónur 127.927.000. Niðurstaða efnahagsreiknings 13.512.930.000. Eigið fé 7.492.538.000. Samstæða Vestmannaeyjabæjar. Afkoma fyrir fjármagnsliði jákvæð 204.100.000. Rekstrarafkoma ársins jákvæð 26.250.000. Niðurstaða efnahagsreiknings 16.211.085.000. Eigið fé 10.121.318.000. Ársreikningur Hafnarsjóðs Vestmannaeyja 2022. Afkoma fyrir fjármagnsliði 155.842.000. Rekstrarafkoma ársins 170.268.000. Niðurstaða efnahagsreiknings 2.408.732.000. Eigið fé 2.193.695.000. Ársreikningur félagslegra íbúða 2022. Afkoma fyrir fjármagnsliði 20.080.000. Rekstrarafkoma ársins 0. Niðurstaða efnahagsreiknings 910.938.000. Eigið fé neikvætt 50.568.000. Ársreikningur fráveitu Vestmannaeyja 2022. Afkoma fyrir fjármagnsliði 71.971.000. Rekstrarafkoma ársins 41.787.000. Niðurstaða efnahagsreiknings 711.025.000. Eigið fé 411.042.000. Ársreikningur Vatnsveitu 2022. Afkoma fyrir fjármagnsliði 0. Rekstrarafkoma ársins 0. Niðurstaða efnahagsreiknings 336 milljónir. Eigið fé 0.
Ársreikningur Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs OHF 2022, afkoma fyrir fjármagnsliði neikvæð 57 milljónir og 8.000. Rekstrarafkoma ársins neikvæð 55 milljónir 731.000. Niðurstaða efnahagsreiknings 332 milljónir 774.000. Eigið fé 200 milljónir 820.000. Ársreikningur Náttúrustofu Suðurlands 2022 afkoma fyrir fjármagnsliði 824.000, rekstrarafkoma ársins 824.000, niðurstaða efnahagsreiknings 27 milljónir 825.000 og eigið fé 26 milljónir 763.000. Ársreikningur Eygló eignarhaldsfélags EHF 2022, afkoma fyrir fjármagnsliði 0, rekstrarafkoma ársins neikvæð 2 milljónir 971.000, niðurstaða efnahagsreiknings 327 milljónir og 309.000, eigið fé neikvætt 2 milljónir 471.000. Ég ber hér upp tillögu að samþykkja ársreikning Vestmannaeyjabæjar og stofnana hans fyrir árið 2022. Það eru 9 bæjarfulltrúar. Samþykkir því. Þá komið að öðru máli á dagskrá sem umræða samgöngumál. Það Íris Róbertsdóttir, gjör svo vel. Forseti, í bæjarráði í dag voru samgöngumál tekin fyrir og svo fundagerðir hér inn á þessum fundi var tekin inn með afbrigðum. Mig langar að tæpa á einu máli sem snýr að því og það varðandi ósk Vestmannaeyjabæjar að taka upp viðræður við ríkið varðandi endurnýjun og framhald af þeim samningi sem við erum með rekstur Herjólfs. Eftir töluvert langa bið barst svar frá Vegagerðinni fyrir hönd innviðaráðherra að Vegagerðinni falið að eiga þetta samtal við okkur. Og við höfðum áður sent svona drög að því sem við teldum að þyrfti að taka og skoða í þessu samtali og Vegagerðin hafði svona komið með einhverja hugmyndir af því sem að hún teldi að þyrfti að skoða. En að minnstakosti þá erum við komin af stað í þetta ferli að við ætlum að taka þetta samtal og bæjarráð skipaði í dag þennan viðræðu hóp og í honum eru Kristín Edvald, lögmaður, sem var þar líka síðast, Páll Skeving, stjórnarformaður Herjólfs og Sigurbergur Ármannsson, stjórnarmaður í Herjólfi. Þau verða formlega í viðræðunefndinni en svo mun að sjálfsögðu framkvæmdastjóri Herjólfs OHF, Hörður Orri Grettisson, vera með þeim. Og svo bara samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef, þá eru nánast sömu aðilar sem munu vera hinum með við borðið frá Vegagerðinni og voru núna síðast þegar við tókum upp ákveðna kostnaðarþætti í samningnum. Þetta ekki alveg sama fólk og var þegar upphaflega var samið. En að minnstakosti þá erum við allavega komin á stað og þetta eitthvað sem við viljum láta á reyna að því að þó að það sé fylgið í tölverð áhætta að reka skipið þá það gríðarlega mikilvægt að þjónustan geti verið nær okkur. Og það kannski svolítið það sem við höfum verið sem hefur verið allavega í mínum huga ástæðan fyrir því að það réttlætanlegt að vera með rekstur sem ekki lögbundinn og sem getur haft áhrif á samstæðu sveitarfélagsins og meira að segja allutan, svo heldur nú áfram að tala hann, getur líka ruggað honum eins og þegar við urðum vör við 2020 þau þurftu að færa niður eigið fé Herjólfs og það hefur áhrif á allutan. En allavega þetta skref og þetta verður gert með þeim hætti að bæjarstjórn mun hitta þessa viðræðunefnd áður en lagt á stað, setja þessi markmið, meðan ferlið í gangi mun þessi viðræðunefnd funda reglulega með allri bæjarstjórn, ekki bara bæjarráði. Við gerðum það síðast þegar við vorum í þessari endurnýjun á þessum samningi og það reyndist vel að hafa alla við borðið að því það eru auðvitað á endanum Vestmannaeyjabær sem með samningin. Við erum á útvistunum til Herjólfs OHF. Þannig það eru auðvitað bæjarfulltrúar og Vestmannaeyjabær sem þarf að vera sáttur við það hvar þar stendur.
En ég vildi bara allavega gera grein fyrir þessu hér, þannig að þetta allavega fyrsta skrefið og þessi viðræðunefnd þarf nú að vinna svolítið hratt vegna þess að samningun rennur út 1. október. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Áður en ég gefa orðið laust, þá ætla ég að lesa innbókun. Bæjarstjóri greindi frá því að innviðaráðuneytið hefði samþykkt beiðni Vestmannaeyjabæjar að hefja viðræður endurskoðaðan og endurnýjan þjónustusamning ríkisins og Vestmannaeyjabæjar rekstur Herjólfs. Jafnframt greindi bæjarstjóri frá því að búið sé að skipa viðræðunefnd af hálfu Vestmannaeyjabæjar málið. Þá orðið laust þetta mál. Þú sem vilja ræða það. Já. En þá ætla ég að, ef ekki ætla að ræða þetta, þá ætla ég að gefa Eyþóri Harðarsyni orðið. Hann ætlar að gera grein fyrir ályktun Reykjavíkurflugvöll sem var sent út með fundagögnum. Forseti, góðir bæjarfulltrúar og áheyrendur. Eins og þið hefur kannski séð í fréttum þá hefur farið af stað vinna eða undirbúningsvinna í Skerjafirði. Við Reykjavíkurflugvöll enn ein svona aðgerðin við að veikja Reykjavíkurflugvöll sem millilandaflug og þjónustu við innanlandsflugið. Og ég ætla að lesa svona smá greinagerð hérna áður en ég fer með ályktunina. Að áform innviðaráðuneytisins og Reykjavíkurborgar að hafist verði handa við jarðvegsframkvæmdir og þar með undirbúning íbúa uppbyggingar í Skerjafirði setur framtíð Reykjavíkurflugvallar í uppnám og vegur að öryggi landsbyggðarinnar. Áformin ganga gegn þeim loforðum sem sett voru í samkomulagi milli Reykjavíkurborgar og ríkisins árið 2019 að tryggja rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar þar til nýr flugvöllur sé tilbúinn til notkunar. Þar gert ráð fyrir rannsókn og ljúki gerð nýs flugvallar árið 2024 og í kjölfari verði hafist handa við slíka uppbyggingu reynist það fýsilegur kostur. Byggð í Skerjafirði mun þrengja enn frekara Reykjavíkurflugvelli og rýra notagildi hans vegna breytinga á vindafari. Öruggt innanlandsflug mikilvægt búsetuskilyrði landsbyggðanna og tryggir atvinnulífinu, heilbrigðisþjónustunni, stjórnsýslunni og íbúum aðgengi að mikilvægri þjónustu sem ætlað öllum landsmönnum. Reykjavíkurflugvöllur kerfislega mikilvæg lífæð landsins. Það með öllu ótækt að vegið sé að öryggi hans og framtíð með ákvörðun uppbyggingu í Skerjafirði áður en búið að tryggja framtíð innanlandsflugvallar með öðrum sambærilegum eða betri hætti. Með þessari ákvörðun innviðaráðuneytisins og Reykjavíkurborgar spilað með framtíðaröryggi og lífsgæði landsbyggðanna hringinn í kringum landið. Þannig eining þjóðarinnar rofin. Undir, og þetta sem sagt greinagerðin sem kemur með okkur 14 oddvöðum Sjálfstæðisflokksins sem var sendt á fjölmiðla síðustu helgi og það sem var sagt frá því að við myndum leggja þetta fram í okkar sveitarstjórnum ákveðna ályktun. Og við hérna í bæjarstjórninni okkur hefur komið saman ályktun sem að hljómar svona og á ég ekki að lesa hana eða lest svona. Og ályktunin hljómar svo. Bæjarstjórn Vestmannaeyja lýsir yfir áhyggjum vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar í Skerjafirði. Með ákvörðuninni verður samkomulagi ríkisins og Reykjavíkurborgar frá 2019 telt í tvísýnu þar sem forsenda þess var að tryggja rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar þar til nýr flugvöllur tilbúinn til notkunar. Reykjavíkurflugvöllur sinnir mikilvægu hlutverki og lífæð landsbyggðanna. Með uppbyggingu í Skerjafirði gæti öryggi landsbyggðanna verið ógnað gagnvart sjúkraflugi og nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu sem og aðgengi almennings, atvinnulífi og stjórnsýslu að mikilvægum innviðum. Bæjarstjórn Vestmannaeyja skorar á borgarstjórn að fresta byggingaráformum og virða í hvívetna samkomulag ríkis og borgar frá 2019 þar til að framtíðarlausn innanlandsflugs tryggð. Og þetta sem sagt ályktunin. Það skilja hann eftir? Ég búin að senda hana á ályktunin. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel.
Forseti, bæjarfulltrúar, áheyrendur. Já, við stöndum hérna aftur frammi fyrir því að þessum einbeitta vilja Reykjavíkurborgar að vilja skipuleggja flugvöllinn í Vatnsmýri burt. Við tókum einmitt umræðu þetta á síðasta kjörtímabili þegar að þáverandi meirihluti Reykjavíkurborgar í rauninni réðst að fyrirtækinu Örnum og þeirra starfsemi á Reykjavíkurflugvelli. Og núna erum við komin aftur, nema nú fer bara hann svona ákveðin kuldahrollur, því að nú þykir manni þetta að vera komið það langt að þarna bara verið að fara að hefja nýja byggð sem að mun áfram skerða möguleika flugvallarins til þess að sinna sínu grunn hlutverki. Og þær framkvæmdir sem voru gerðar þarna síðast við Hlíðarenda, það var á sínum tíma, og ég skil ekki af hverju það ekki að herra í umræðina, á sínum tíma var skilað inn skýrslum frá varðandi vindafar og hvernig þær framkvæmdir ættu á engan hátt og engan máta að hafa truflandi áhrif á flugumferð. Og það ítrekað búið að sýna fram á að það var ekki rétt. Aðstæður við Reykjavíkurflugvöll hafa versnað verulega við þær framkvæmdir sem nú þegar búið að fara í, og hefði maður haldið að það ætti að vera nægilegt víti til varnar. Þetta bara því miður mál sem að ég afskaplega hrædd að muni ekki skila því sem við viljum, að flugvöllurinn verði þarna óbreyttur áfram, að því við sjáum þarna vilja Reykjavíkurborgar. Ég gríðarlega ánægð með þetta framtak hjá oddvitum Sjálfstæðisflokksins að fara í þetta svona sameiginlega átak, og auðvitað á landsbyggðin sérstaklega að standa saman eins og hún að gera í að verja flugvöllin okkar. Það meira segja enn þann dag í dag verið að benda á Hvassahraun, og ég held að það hljóti svona öllum skynsömu fólki verið það ljóst að það engin uppbygging að fara að verða í Hvassahrauni fyrir nýjan flugvöll. Flugvöllin í Vatnsmýri þjónar mikilvægu hlutverki sem miðstöð innanlandsflugs, og staðsetning skiptir okkur miklu máli. Og sérstaklega fyrir okkur hér út á landi þá þetta öryggismál varðandi sjúkraflugið. Og uppbyggingin á nýju bráða á Háskólasjúkrahúsi fer fram við Hringbraut, og það auðvitað lykilatriði. Flugvöllurinn, þar sem að sjúkraflugvélar lenda með bráðveika sjúklinga, þarf að vera staðsettur nálægt okkar sérhæfðustu bráðaheilbrigðisþjónustu. Og Reykjavíkurborg því að bregðast hlutverki sínu enn og aftur sem höfuðborg allra landsmanna, þegar yfirlýst markmið hennar að flytja innanlandsflugin okkar burt úr Vatnsmýrinni. Þetta hefur verið þyrnir í augum Reykjavíkurborgar, og núna á að leysa þá gífurlegu rekstrakrísu sem að Reykjavíkurborg með tekjum af fasteignagjöldum úr þessu verðmæta landi. Auðvitað voru flutningar á Reykjavíkurflugvöll, eins og ég búin að koma inn á, raunhæfar á sama tíma og staðsetning nýs Landspítala var óráðin, en hún hefði auðvitað staðsetning flugvallarins í Vatnsmýri að mínu mati ætti að vera geirnæld núna með þessari staðsetningu nýju bráða sjúkrahús. Þannig að ég bara vona það einlæglega að þetta skila árangri, að við náum að koma í veg fyrir að það verði skert enn frekar aðgengi okkar að heilbrigðisþjónustu út á landi. Nóg búið að gera það hingað til. Ég hef áður í grein með þáverandi bæjarfulltrúa Hafdísi Gunnarsdóttur á Ísafirði og bæjarfulltrúa nú oddvita Múlaþings Berglindi Hörpu og honum Njáli Trausta þingmanni skrifa grein þar sem við skoruðum á Reykjavíkurborg að tryggja óskerta starfsemi flugvallarins og að styrkja frekar uppbyggingu hans í stað þess að leggja í sífellu völur í hans veg. Reykjavíkurborg þarf að axla ábyrgð sem höfuðborg allra landsmanna. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, eins og framkom í máli bæjarfulltrúa Eyþórs Harðarsonar þá erum við öll sammála það að
að það verður að standa vörð Reykjavíkurflugvöll. Við höfum margsinnis tekið þetta einn upp, ekki bara í þetta eina skipti sem að Hildur Sólveig Sigurðardóttir bæjarfulltrúi minntist á. Við höfum margrætt þetta, við höfum áhyggjur af þessu, fólk í kringum okkur, ekki bara oddvita Sjálfstæðisflokksins heldur en allavega sérfræðihópar og annað hafa komið fram undanfarna daga og það gríðarlega mikilvægt að þessu sé haldið til haga. Ég ekkert alltaf bjartsýn en við verum að vona það besta og bara til að bæta að flugvöllurinn sé ekki að fara. Ég sit nú í ákveðnum hóp sem meðal annars að skoða sjúkraflug og sjúkraþyrlu og svona og það algjörlega ljóst þar að það verður ekki þyrlupallur á nýja sjúkrahúsinu. Á nýja Landspítalanum verður ekki þyrlupallur. Þess þá heldur verður að vera flugvöllur rétt hjá sjúkrahúsinu. Það búið að mótmæla þessu að meðal Landhelgisgæslunni og fleirum en það virðist ekki vera hægt að finna pláss á öllum nýja spítalanum til þess að koma fyrir þyrlupalli. En ég veit að það verið að vinna í því. Þannig að það ekki eitt heldur allt. Við bara verðum að hafa hennar flugvöllarna og fyrir utan það að því við erum í ársreikningsumræðum og tala hvernig að fara með fjármuni, svo hafa nú tölurnar á því hvað kostar að byggja nýjan flugvöll. Hver á að borga það? Það bara svo indrið. Á Reykjavíkurborg þá að borga það ef við ætlum að flytja. Þetta gríðarlegir fjármunir. Þannig að mér finnst þetta bara tómt rúm að tala flugvöllurinn ekkert að fara og við verðum að verja. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Gísli Stefánsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég einn af þeim sem hef þurft að nýta mér bráðþjónustu heilbrigðiskerfisins, reyndar ekki ég sjálfur en náinn ættingi minn og fleiri en tveir. Þar sem að flugvöllurinn skipti höfumáli og í einu tilviki var það sem skar upp úr milli lífs og dauða og staðsetningin þar alveg gríðarlega mikilvæg og ég tek undir bara með þetta allt saman. Ég bara vil leggja áherslu á það í stuttu máli bara hvað ég ánægður með það að sjá þessa og heyra þessa bókum frá oddvitum og líka bara frá öllum öðrum sem hafa eins og bæjarstjóri minntist á áðan sem hafa mótmælt þessu og ég vona bara á innilega að þessi hópur sem hún nýrir sér í og ég veit að hún beitir sér að krafti þar inni til þess að tala þessu máli því að við erum fleiri inni sem að þekkjum það að þurfa að nýta okkur þessa bráðþjónustu og ég legg bara áherslu á það gleður mig að við séum að keyra á þetta og tökum öll saman undir þessa bókun. Takk. Takk fyrir það, Gísli Stefánsson. Það fleiri sem vilja ræða þetta mál? Nei. Já, ljúkum við því og... Já, þetta tillaga. Já, við ætlum að kjósa þessa ályktunartillögu. Já. Þannig við kjósum við tillöguna. Þeir sem eru samþykkir, rétti bönd. Það eru 9 atkvæði. 9 sem eru samþykkja það. Þá ljúkum við þessu máli og förum í 3. mála dagskrár sem er vatnsleiðsla Vestmannaeyja og Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Já, forseti og bæjarfulltrúar. Ég ætla að koma fram fyrir hönd svona þennan vatnshóp sem við stofnum fyrir nokkru í að berjast fyrir nýrri vatnsleiðslu til Eyja og ég ætla svona aðeins að stikla svona fara bara gegnum smá sögu frá svona vatnsleiðsluna og renna og segja ykkur aðeins frá hver staðan er úr þessu starfi okkar. En eins og ég segi, byrja smá svona söguskýringu. Bylting var í vatnsöflun í Eyjum 1968 þegar fyrsta leiðslan var lögð til Eyja og voru lengi vel 2 leiðslur í notkun. Árið 2008 var 3. leiðslan lögð sem sér Eyjamönnum fyrir vatni í dag. Eldri 2 leiðslunar eru ónýtar og ekki lengur til notkunar. Undanfarin misseri hafa áhyggjur okkar aukist við þá vitneskju að hafa eina vatnsleiðslu á hafsbotni þar sem viðgerðir eru illa framkvæmanlegar nema á sumrin.
Á meðan núverandi leiðsla sinnir sínu hlutverki þá er allt í lagi. En ef hún af einhverjum orsökum rofnar þá er grafalvarlegt ástand sem skapast í Vestmannaeyjum og heitir það á nútíma máli almannavarnar ástand. Vatnsveitan í Vestmannaeyjum er í eigu Hitaveitu Suðurnesja HF. Eftir að bæjarveitur urðu hluti af Hitaveitu Suðurnesja 2002 þegar bæjarveitur gengu inn í Hitaveitu Suðurnesja með sameiningu og við eignuðust hlutabréf í því fyrirtæki. Lögum samkvæmt ber okkur sem sveitafélagi ábyrgð á því að vatn sé til staðar. Og okkar skilningur er sá að sú ábyrgð liggur í því að tryggja með okkar vinnu að HS-veitur uppfylli þær skyldur á öllum tímum. Fljótlega á þessu kjörtímabili var myndaður starfshópur nýja vatnslögn innan stjórnkerfisins. Skipun hans samanstendur af Írisi Róbertsdóttur, Eyþóri Harðarsyni, Brynjari Ólafssyni, Angantí Einarssyni og Sigurjóni Lárusyni sem eru Brynjar er framkvæmdastjóri umhverfis- og skipulagssviðs, Angantí Einarsson framkvæmdastjóri stjórnsýslusviðs held ég heiti og Sigurjóni Lárusyni fjármálastjóra. Og hófst vinnan með því að greina stöðuna og kynna sér sögu framkvæmda vatnsveitunar síðustu árin. Það er framkvæmd við lögnina 2008 og svo framvegis. Verkið er í raun tvíþætt. Það er samtal við innviðaráðuneytið fjárhagslegan stuðning við lagningu vatnsleiðslunnar og hins vegar samtal við HS-veitur verklegan framgang á því að leggja nýja leiðslu, enda HS-veitur eigandi vatnsveituna. Það er öllum ljóst að alvarleiki málsins er það mikill að málið má ekki tefjast í karpi við innviðaráðuneytið. Vonandi náum við að mæta skilningi ráðuneytisins á endanum þar sem almannavarnaþátturinn verður viðurkenndur og fjárveiting til verksins verði samþykkt. Og síðan að ég skrifaði þetta þá hefur nú höfum við fengið í hendunar í rauninni staðfestingu frá almannavarnaráði ríkisins, ríkislögreglustjóra sem að lýsir í rauninni alvarleika málsins og er gríðarlega mikilvægt plagg fyrir okkur í þessari vinnu að þetta snúist ekki að við séum að biðja einhvern óþarfa. Það er stór það er mikið, það er í rauninni alveg galið að treysta á eina vatnslögn og það er við komið með þess að góðan stuðning við það verkefni að reyna að koma því í gegn. Fordæmi er fyrir fjárstuðningi ríkisins við lögnina 2008. Það ætti að hjálpa okkur að ykkur leyti. Starfshópurinn hefur átt fundi og átt í bréfaskriftum við HS-veitur vegna málsins og höfum við mætt skilningi þar á bæ með nauðsyn þess að hafa 2 leiðslur. Úrlausnarefnið á þessu stigi málsins er að svara þeim spurningum hver beri ábyrgð á hinum ýmsu þáttum verksins. Við teljum að okkar ábyrgð liggur í því að hár kostnaður við lagningu leiðslunar skili sér í miklum verðhækkunum á gjaldskrá kalda vatnsins í Eyjum ef ekki kemur til stuðnings ríkisins við verkið. Það er þannig allar vatnsveitur allt í kringum landið að verðskráin á að endurspegla rekstrarkostnað veitunar. En við viljum halda áfram með verkið þó svo að við horfum upp á gríðarlegar hækkanir á gjaldskrá vatns í Vestmannaeyjum því að við teljum það alltaf verða betri kost en að verða vatnslaus. Og við í hópnum erum það bjartsýn að vonandi verður ný vatnslögn milli lands og eyja að veruleika sumarið 2024. Þetta er svona yfirferðin svona fyrir hönd starfshóps vatnsmálin og vonandi verður við bara komið með innan fárra mánaða betri fréttir af framgangi verksins. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson. Áður en ég gef orðið laust, ætla ég að lesa innbókun. Eyþór Harðarson bæjarfulltrúi fór við stöðu viðræðna fyrir hönd starfshóps Vestmannaeyjabæjar lagningu nýrrar vatnslagnar til Vestmannaeyja sem í sitja Íris Róbertsdóttir, Eyþór Harðarson, Angantýr Einarsson, Brynjar Ólafsson og Sigurjón Örn Lárusson við innviðaráðuneytið og HS-veitur. Er að ræða 2 konar viðræður. Annars vegar við fulltrúa innviðaráðuneytisins enda lagning á annarri leiðslu almannavarnamál og hins vegar við HS-veitur lagningu vatnslagnar til Vestmannaeyja.
Eins og staðan nú mun framkvæmdakostnaður við lagningu leiðsluna skila sér í miklum verðhækkunum á gjaldskrá kalda vatnsins í Eyjum. Í ljósi þess að hér skapast almannavarnar ástand ef vatnsöflun bregst einu leiðsluna til Vestmannaeyja, telur Vestmannaeyjabær eðlilegt að ríkið komi til móts við Vestmannaeyinga við lagningu leiðslunar með fjárhagslegum stuðningi. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Mér langaði bara einmitt að ítreka þennan almannavarna vinkil og við erum að bíða hérna, bara náðu ekki að koma, forseti, já, náðu ekki alveg að koma því hérna til, við vorum ekki alveg búin að klára það Veiþór, við erum ennþá að bíða eftir þessu svari, við erum búin að fá frá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra en innviðaráðuneytið á ennþá eftir að svara okkur endanlega varðandi sína aðkomu, en bara ég tek undir það eru fordæmi fyrir þessu en við getum ekki beðið. Takk fyrir það, Íris Róbertsdóttir. Er fleiri sem vilja ræða þetta mál? Okay. Þá förum við bara, höldum áfram, förum í 4. mál á dagskrá sem er fræðsluráð Vestmannaeyja, fundur 371. Þar liggja liðir 1-4 til upplýsinga. 5. mál á dagskrá er framkvæmd á hafnaráð Vestmannaeyja, fundur 288. Liður 2, ársreikningur Vestmannaeyja hafnar 2022, liggur fyrir til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem, nei, orðið er laust með það. Vil ég ræða það mál? Og svo er ekki, þá bið ég ykkur með réttu pönd sem að samþykja það. Það eru 9 samþykkt. Liður 1 og 3 til 6 liggja fyrir til upplýsinga. 7. mál á dagskrá er umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 381. Það eru liðir 1 til 6 sem liggja fyrir til upplýsinga. 7. mál á dagskrá er bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3193. Liður 8, jafnlaunavottun, liggur fyrir til staðfestingar. Er orðið laust orðið er laust, vil ég ræða það? Jafnlaunavottun? Já. Ok. Þá réttu pönd þau sem að samþykja það. Það eru 9 atkvæði. Ég ætla að klára þetta. Lið 10 er sem sagt skipun starfshóps til að yfirfara verkferla varðandi ráðningu hafnarstjóra sem liggur fyrir til umræðu og áður en ég hleypi ræðumönnum hér þá ætla ég að taka Njáli Ragnarssoni fyrir fundinn, góðan fund, og Erlingur ætlar að koma í hans stað. Takk fyrir. Minnihlutinn óska eftir umræðu. Einhver af ykkur sem vildi ræða það mál? Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, ég var nú ekkert eitthvað æst í að koma og ræða endilega þennan lið hérna einu sinni en í mér bara, ég gat eiginlega bara orða bundist eftir að hafa lesið bókun meirihlutans í ráðinu og finnst mér það í rauninni ótrúlega merkilegt að lesa hana og með leyfi forseta þá ætla ég bara að fá að lesa þær kannski bókanir sem að komi fram við þetta mál en niðurstaðan var að þá leiða bæjarráð samþykkti breytingarnar og fól framkvæmdastjóra að breyta reglum bæjarins til samræmis við fyrrgreint orðalag. Í kjölfarið bókaði Eyþór Harðarsson, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins: það er fagnaðarefni að ráðningarferli verði hér eftir lögum samkvæmt. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa ítrekað bent á meingalla ráðningarferli sem endaði með dómi sem kostaði bæjarfélagið milljónir. Með þessum breytingum standast ráðningarferlin við höfnina lög. Bókun lýkur. Og í kjölfarið kom bókun frá fulltrúum E&H-lista sem er svohljóðandi: fulltrúar Sjálfstæðisflokksins bentu ekki á galla í ráðningarferli fyrir en ljóst var hvern framkvæmd og hafnaráð samþykkti að ráða í starf hafnarstjóra. Ráðningarferli sem er í gildi hjá Vestmannaeyjabæ er mjög gott og faglegt en inn í það vantaði skýran feril ráðningar hjá höfninni.
það er vissulega ánægjulegt að framkvæmd og hafnaráð hafi nú brugðist við því og bókun lauk. Og ég bara hikstaði nú svolítið á þessari bókun af því að mér fannst bæði í henni vera bara alvarlegar aðdróttanir að fulltrúum Sjálfstæðisflokksins í ráðinu, þar sem að það er verið að gera að því skóna að út af því hver var ráðinn hafnarstjóri að þá hafi skyndilega einhverjar athugasemdir komið. Það kom hvergi fram í fundarboði þegar var verið, þegar fyrir þann fundar sem að hafnarstjóri er ráðinn, það kom hvergi fram að á þeim fundi yrði hafnarstjóri ráðinn. Þetta var fyrsti fundur eftir að auglýsing stöðu hafnarstjóra var sett fram opinberlega og eini möguleiki þeirra fulltrúa að setja fram einhverja formlegar athugasemdir þennan feril. Þannig að mér þykir þetta bara mjög ómakleg bókun hjá fulltrúum meirihlutans og bara í rauninni ákveðið svona, skorta í rauninni alla iðrun og talað enn og aftur einhvern formgalla. Þannig að með leyfi forseta þá ætla ég að fá að leggja fram eftirfarandi bókun sem er svo hljóðandi. Undirrituð taka undir bókun bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins í bæjarráði. Það er miður að sjá þann skort á iðrun og auðmýkt sem kemur fram í bókun meirihluta H.E.lista. Þær ómaklegu aðdróttanir sem þar eru lagðar fram gagnvart fulltrúum Sjálfstæðisflokksins eru til skammar. Hvergi kom fram í fundarboði að ráðning hafnarstjóra ætti að fara fram og á engum tímapunkti höfðu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins möguleika á að koma fram formlegum athugasemdum sínum varðandi ráðninguna fyrir en á þeim fundi. Að halda öðru fram eru ósannindi. Samkvæmt dómsorði voru lög brotin við ráðningu hafnarstjóra líkt og fulltrúar Sjálfstæðisflokksins reyndu ítrekað að benda meirihlutanum á. Bókun lýkur og undir þetta taka allir bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Fleiri sem vilja ræða þetta mál. Jónas Sigríður Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla bara hér með að ekki ræða þetta mál frekar, því það er fullrætt, en ég er með bókun sem að í rauninni svolítið vísar þar í það. Meirihluti H.E.lista tekur undir bókun meirihluta bæjarráðs. Ekkert nýtt hefur komið fram í málinu og það fullrætt. Fleiri sem vilja ræða þetta mál? Ef ekki, þá höldum við bara áfram. Liðir 1-7, 9 og 11-15 liggja fyrir til upplýsingar. Það er 8. mál á dagskrá sem er fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur 290. Liður 2, vinnuskóli Vestmannaeyjabæjar, liggur fyrir til umræðu og ég ætla að fá með leyfi varaforseta fundarins að ræða þetta mál. Ég vildi bara fá aðeins að koma upp og lýsa ánægju minni yfir því að nú ætlum við að bjóða nemendum í 7. bekk að taka þátt í vinnuskólanum. Fyrirkomulagið það verður þannig að launin verða bæði lægri hjá 8. bekk en það eru með þetta í svona ákveðnum stöðlum þar sem þetta virkar í þrepum, þar sem að þau hækka raun og veru eftir hvert ár og þetta ætti að rúmast innan fjárhagsheimilda en ef til þess kæmi þá var eins og vísað inn í bæjarráð sem var tekið fyrir í dag. En að mínu mati þá er þetta aldur barna sem að vantar oft einhver svona drífandi verkefni á sumrin og maður er kannski, þau telja sig kannski svona aðeins og gömul til þess að vera að taka þátt í einhverjum sumarnámskeiðum og til dæmis er það þeir krakkar sem eru að æfa fótbolta að þau eru ekki á æfingum fyrir seinnipartinn að því að þau eru að æfa með ári eldri krökkum sem eru í vinnuskólanum og já, það er bara svona mín reynsla af því að eiga barn í 7. bekk. Sá það bara að það var bara hangið heima yfir daginn og hafði ekkert að gera þangað til að það var æfing. Þannig að mér finnst þetta bara ótrúlega jákvætt og tala nú ekki fyrir utan það að gefa þessum krökkum tækifæri á að prófa vinnumarkaðinn, prófa að fara út að vinna. Við erum oft rætt það
hvað það er gott líka að fá aðeins að koma við hrífuna og svona. Já, ég vildi sérst bara koma upp og lýsa yfir ánægju minni yfir þessu og og segja að það er allir gott að þessu. Takk fyrir. Já, ég ætla ekki að fara, það eru fleiri sem vilja ræða þetta mál. Ok, þá það síðan liðir 1 og 3 til 5 sem liggja fyrir til upplýsinga. 9. mál á dagskrá umhverfis- og skipulagsráðs Vestmannaeyja, fundur 382, liðir 1 til 5 liggja fyrir til upplýsinga. 10. mál á dagskrá fræðsluráð Vestmannaeyja, fundur 372, liður 4, þróunarsjóður leik- og grunnskóla liggur fyrir til umræðu. Minnihluti bað umræður Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og áheyrendur. Já, ég ætla að fá að ræða þróunarsjóð leik- og grunnskóla og það er nú oft haft á orði að við í minnihlutanum sjáum bara allt til foráttu en ég vil endilega ræða þennan góða sjóð sem var settur á fót á síðasta kjörtímabili og var bara mjög ánægjulegt skref í að stuðla að þróunar- og nýsköpunarstarfi og hefur heppnast einstaklega vel. Þetta hefur verið hvati til eflingar á skólastarfi og í grunnskóla og leikskólum sveitarfélagsins og hefur það alveg verið áþreifanlegt. Maður hefur fundið mikinn eldmóð í kennurum, bæði í grunn- og leikskólum og það er greinilega það er smitandi. Maður finnur það að þetta svona það er einhver að gera eitthvað spennandi verkefni og það er verið að ræða það á göngunum og þetta svona er fljótt að vinda upp á sig, þannig að þetta er gríðarlega gott skref og gaman að fylgjast með því sem að hefur verið að bæði þeim verkefnum sem hafa sprottið og orðið til og í umfjöllunum þróunarsjóðin í aðdraganda að úthlutunum núna síðast að þá fengum við varafulltrúa inn í ráðið og þá spratt upp svo umræða að bæta tónlistarskóla Vestmannaeyja undir reglur þróunarsjóðsins og við sendum inn þá tillögu og ákveðið var að við myndum bara allir ráðsmenn sameinast þá tillögu og sem var bara mjög gott samstarf í því máli og allir sammála því að það eru fjölmargar rannsóknir sem að sýna fram á það að tónlistarnám hefur góð áhrif á lestur og getur haft góð áhrif á stærðfræði og það er meira að segja til íslenskar rannsóknir sem að styðja það. Þannig að það er bara óskandi að við vitum það að það eru mikið af öflugum og flottum kennurum í tónlistarskólanum og mjög gott starf sem að þar fer fram og það er bara væri gaman að sjá hvort að við sjáum sömu áhrif og við sjáum inn í grunn- og leikskólanum, inn í tónlistarskólanum við bæta þeim þarna inn. Þannig að ég vil bara fagna bæði þessum sjóði, þessum verkefnum sem hafa komið upp úr þessum sjóði og bara vil þakka kennurum fyrir þeirra hugmyndaaukið og framtakssemi í þessu og bara hvetja alla kennara áfram til að sækja og halda áfram á þessari góðu leið. Takk fyrir. Takk fyrir það, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, já, það er ánægjulegt að heyra að það er ánægð með þennan sjóð en það er gríðarlega mikilvægt að koma honum að og voru nú aðeins umræður það þegar var að koma honum á að því að þetta er auðvitað aukinn rekstur vegna þess að við erum að setja í þetta fjármuni en það skila sér margfalt tilbaka í ánægðari og betra starfsfólki, öflugri, stærri verkefnum og fullt af mjög spennandi hlutum. Ég tek algjörlega undir það og ég er bara mjög ánægð að þessi tillaga kom fram að því alveg eins og þróunarsjóðurinn var eitt af kosningaloforðunum sem við vorum með síðast, þá var kosningaloforðun núna að bæta tónlistarskólanum við og ætlunum var að gera það í haust og mun þetta, að nefna þetta núna, auðvitað hafa sömu áhrif á það. Þannig skólinn kemur inn í haust
og ég er bara rosalega ánægð þessi samstæð að bæta skólanum við, að því mér finnst það mikilvægur partur af þessu og þegar verið er að sýna fólki það að það er virt, líka með peningum, allt sem þú leggur á þig, svona umfram það sem þú ert að gera venjulega, það er klapp á bakið. Af því að ég veit það sjálf, verandi kennari, að þú færð ekki borga fyrir helmingina því sem þú ert að gera. Það sem þú ert að gera fyrir utan vinnum með nefnda verkefni og annað, þannig þetta er hvatning, þetta er jákvætt vink frá bæjariyfirvöldum og þetta er bara mjög gott að þetta sé komið á þennan stað og við náttúrulega eðlilega fögnum því að þetta sé komið þarna. Og þökkum Sjálfstæðisflokknum fyrir að framkvæma þetta kosningaloforð. Djók. Takk fyrir það, Íris Róbertsdóttir. Er fleiri sem vilja ræða þetta mál? Ef svo er ekki, þá höldum við áfram. Liðir 1-4 liggja fyrir til upplýsinga. Þá er komið 11. máli sem er framkvæmd á Hafnaráð, Vestmannaeyja, fundur 289. Liður 2, stórskipakantur, athuganir og rannsóknir liggur fyrir til umræðu. Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Já, forseti góðir bæjarfulltrúar. Þetta er svona rétt svona bara við biðjum umræðu þetta í framhaldinu af bara í rauninni lestri þessar fundagerðar og spjall við okkar fólk og það er kannski ágætt að bæjarstjóri geti bara í rauninni sem að þekkir málið og ég var aðeins reifa við að það er hérna í fundagerð talað að Hafnarsfjörður hafi kynnt vinnu sem átt sér stað undanfarið til að bæta öryggi gangandi fólks á Hafnarsvæðinu og þá er aðalega verið að tala stórum hluta hérna út á Eiði, gangstétta við Eiðisveg frá Kristi geymslu vinnslustöðarinnar að Löngu, þetta er löng leið fyrir stóran fjölda fólks og flókið eiginlega að gera þetta svo vel sé. Og hvernig farþegaflutningarnir sem kom með skemmtiferðaskipum sumarið 23 verða flutti frá Binnabryggju, Kleifum með rútum að Viktatorgi og það sem að vakti í rauninni fyrir okkur bara hvernig fer þetta fram og hvernig þetta er í rauninni hver borgar þetta eins og maður segir. Eru skipin að rukkuð fyrir þetta eða er þetta bara partur af auknum rekstrakostnaði við að flytja fólk hérna á milli hafnarkanta. Það er svona punkturinn sem vorum að spá í. Takk fyrir. Takk fyrir það. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, eins og kom fram í máli Eyþór Harðarssonar bæjarfulltrúa þá var hann búinn að nefna þetta við mig og ég leitaði upplýsinga þetta mál og sendi fyrirspurn á hafnarstjóra og fékk svar frá henni að kostnaður vegna flutnings á farþegum frá norðurkanti hafnarinnar inn að Viktatorgi. Þetta er gert eins og kom fram til að bæta öryggi farþega og öryggi á hafnarsvæðinu og það er mikilvægt að geta sett farþegana beint í rútu og allt það. Og á næsta fundi framkvæmdur Hafnaráðs mun hafnarstjóri leggja til breytingu á gjaldskrá hafnarinnar þar að kostnaðurinn sem verður til fellur á þjónustuþegana. Það kemur ný lína í gjaldskrána sem heitir, mann ekki kom kallað farþegagjald verður það kallað sko undir þessum þjónustuli sem flutningur. Þannig þetta mun leggja stofan á og sveitafélagið er ekki að fara að greiða fyrir þessar rútuferðir. En þetta leggst á þannig. Takk fyrir það, Íris Róbertsdóttir. Er fleiri sem vilja ræða þetta mál? Ef ekki, þá er það liðir 1 og 3-4 sem liggja fyrir til upplýsinga. Þá tökum við fyrir 12. lið sem samþykktur var inn með afbrigðum sem er Bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3194. Liður 1-4 liggur fyrir til umræðu. Hér er ráð fyrir að liður 1-2 sem voru dagskráfundir almenn erindi sem kannski tæmdir en orðið er laust. Vil ræða þessa liði? Ef ekki, þá liggur ekki fleira fyrir á þessum fundi. Næsti fundur bæjarstjórnar verður 5. 22. júní klukkan 17:00 hér í Ráðhúsinu. Og þá segi ég fundi slitið 18:51. Takk. Handbolti.